segi hérna fund bæjarstjórnar Fljótsdals héraðs settan. Þetta er 280. fundur bæjarstjórnarinnar og haldinn 5. september. Á fundunum liggja fyrir 10 dagskrármál. Við göngum til hins fyrsta, það er fundargerð bæjarráðs Fljótsdals héraðs, 437. fundur, og það er Anna Alexandersdóttir bæjarfulltrúi sem tekur til máls. Forseti og góðir fundarmenn. Já, þetta er 437. fundur bæjarráðs Fljótsdals héraðs. Þessi fundargerð sem þarna lá fyrir var í 8 liðum og það eru 2 liðir teknir út. Það er þá fyrst liður 1.4 sem er náms- og atvinnulífssýning Austurlands. Náms- og atvinnulífssýningin að heiman og heim var haldin í Íþróttamiðstöðinni á Egilsstöðum þann 1. september af frumkvæði samtakanna Ungt Austurland. Fljótsdals hérað var með bás á sýningunni. Og eftirfarandi tillaga lögð fram. Bæjarstjórn fagnar frumkvæði samtakanna Ungt Austurland að halda náms- og atvinnulífssýningu til að kynna ungu fólki sem og öðrum fjölbreytileika atvinnutækifæra á Austurlandi. Bæjarstjórn óskar samtökunum til hamingju með vel heppnaða sýningu og lýsir yfir áhuga á samstarfi frekari verkefni af svipuðum toga. Og það er liður 1.8, það er heimsókn forseta Íslands. Á fundi bæjarráðs voru kynnt drög að dagskrá heimsóknar forseta Íslands á Borgarfjörð og hérað 11. til 13. september næstkomandi. Dagskráin verður auglýst opinberlega síðar þegar hún liggur endanlega fyrir. Og eftirfarandi tillaga lögð fram. Bæjarstjórn lýsir yfir ánægju með áform forseta að heimsækja svæðið og hlakkar til heimsóknarinnar. En kannski örlítið hérna undir lið 1.4 þá var bara flott þáttaka hjá kjörnum fulltrúum á bás Fljótsdals héraðs og það var nú bara til fyrirmyndar og mjög flott hvernig við bara gáum okkur tíma í þetta og gaman hve margir sóttu sýninguna og komu og spjölluðu og fjölbreytileikinn sem var þarna á svæðinu og bara ég bind vonum við það að ég ætla að segja næst þegar þetta verður og ekki eftir svo mörg ára þá taki bara fleiri þátt því að þetta er okkur hér bara mikilvægt. Takk. Anna Alexandersdóttir hefur lokið máli sínu. Orðið er laust undir þessum fyrsta lið. Er einhver sem óskar eftir að taka til máls? Ef svo er ekki, þá er mælendaskrá lokað og gengið til afgreiðslu einstakra liða. Það er fyrst tillaga undir lið 1.4, náms- og atvinnulífssýning Austurlands. Tillagan er borin upp eins og hún var lesin og kynnt hér áðan. Þeir sem samþykkja gefi merki með því rétt upp hönd. Takk fyrir, það er samþykkt samhljóða. Og þá er það næst liður 1.8, heimsókn forseta Íslands. Tillagan er þar borin upp eins og hún var lesin og kynnt hér áðan. Þeir sem samþykkja gefi merki með því rétt upp hönd. Takk fyrir, það er samþykkt samhljóða. Og þá er afgreiðslu mála undir þessum fyrsta lið lokið og ef því ekki mótmælt göngum við til annars liðar á dagskrá. Það er fundargerð bæjarráðs Fljótsdals héraðs 437. fundur og það er Anna Alexandersdóttir bæjarfulltrúi sem tekur til máls. Forseti og góðir fundarmenn. Já, þetta er 437. fundur. Ég er að æfa mig á raðtölum. Fundur bæjarráðs Fljótsdals héraðs sem haldið var 3. september síðastliðinn, bara síðastliðinn mánudag. Þarna eru 5 liðir sem liggja fyrir og það eru 2 liðir teknir út. Það er liður 2.4, skjalavarsla í kjölfar nýrra laga persónuvernd og miðlun persónuupplýsinga. Fyrir lá erindi frá forstöðumanni héraðsskjalasafnsins varðandi skjalavörslu í tengslum við ný lög persónuvernd. Og eftirfarandi tillaga lögð fram.
Að tillögu bæjarráðs samþykki bæjarstjórn að fela Aroni Thorstensen, verkefnisstjóra innleiðingar persónuverndarmála hjá Fljótsdalshéraði, að bregðast við erindinu. Og svo það liður 2.5, lagning ljósleiðara í Eiðaþinghá. Á fundi bæjarráðs var farið yfir stöðuna og aðkomu HEF, Hitaveita Egilsstaðafella, að þessum málum síðustu ár og þá innviði sem þegar eru til staðar í þeirra eigu. Einnig voru ræddir þeir samstarfssamningar sem gerðir hafa verið lagningu ljósleiðara. Og eftirfarandi tillaga lagð fram: í samræmi við bókun bæjarráðs samþykki bæjarstjórn að kanna möguleika á að sveitarfélagið sinni sjálft uppbyggingu ljósleiðarakerfis í dreifbýli á Fljótsdalshéraði í gegnum HEF. Bæjarstjórn samþykkir að óska eftir því að stjórn HEF taki saman gögn fjárhagslega þætti verkefnisins. Bæjarstjóra falið að vinna málið áfram í samstarfi við framkvæmdastjóra HEF. Þetta eru þessi 2 liðir svo teknir út og mér langar aðeins að fara hérna yfir lið 2.5. Þetta mál er náttúrulega búið að vera á dagskrá bæjarráðs og bæjarstjórnar, en mjög mikið á dagskrá bæjarráðs síðastliðin 4 ár. Ég var hér nýbyrjuð í bæjarstjórn þegar fyrir 4 árum þegar þetta mál er á dagskrá, mánudag eftir mánudag eftir mánudag. Og ég get svarið að ég skildi alltaf minna eftir ég fekk meiri upplýsingar inn. Það var bara, við fengum, eða sveitarfélagið fékk kortlagningu á dreifbýlinu öllu á þessum tíma, þannig að ég held að það hafi verið haustið 2014, minnir mig, var það ekki? Og þar sem allt dreifbýli var kortlagt og þar var náttúrulega bara kostnaðaráætlun upp á 550 milljónir eða svo að ljósleiðara væri dreifbýli. Og síðan fer náttúrulega ríkisvaldið að stað með þær leiðir, Ísland ljóstengt og síðan hefur náttúrulega sveitarfélagið verið í því að reyna að fara af stað í verkefni þar sem verið sem aðrir eru að fara í framkvæmdir líka. Þannig ég er bara mjög ánægð með það að við séum komið þá nú á þann punkt að við reynum að fá einhverja heildarmynd á kerfið. Og einhver haldi svona að hafi heildar yfirsýn yfir það sem að gera, þannig að við náum að tengja sem flesta bæi í dreifbýlinu. Það er verkefnið og mér finnst bara, maður er loksins, það er komin svona góð mynd á þetta allt saman. Það er og vonandi bara verður niðurstaðan úr þessu samtali og gagnaöflun sem þarna á eftir að fara fram svo að við sjáum heildarmynd og fáum eitthvað, verðum komið með plan hvernig við ætlum að fara í allar þessar framkvæmdir. Anna Alexandersdóttir hefur lokið máli sínu og orðið er laust undir þessum öðrum lið. Er einhver sem óskar eftir því að taka til máls? Ef að svo er ekki, að þá er mælendaskrá lokað og við göngum til afgreiðslu þessara liða. Það er þá fyrst liður 2.4, skjalavarsla í kjölfar nýrra laga persónuvernd og miðlun persónuupplýsinga. Tillagan er það borin upp eins og hún var lesin og kynnt hér áðan. Þeir sem samþykki gefa merki með því rétt upp hönd. Takk fyrir, það er samþykkt samhljóða. Og undir lið 2.5, lagning ljósleiðara í Eiðaþinghá, þar er tillaga borin upp eins og hún var lesin og kynnt hér áðan. Þeir sem samþykki gefa merki með því rétt upp hönd. Takk fyrir, það er samþykkt samhljóða. Tillögur hafa verið afgreiddar og það er þá gengið næsti 3. liður á dagskrá ef því er ekki mótmælt. Já, þá er 3. liður á dagskrá sem er 97. fundur umhverfis- og framkvæmdanefndar og það er Stefán Bogi Sveinsson bæjarfulltrúi sem kynnir fundargerðina og drög bókuna. Forseti og ágætt að funda fólk. Ég gerir hér grein fyrir fundargerð 97. fundar umhverfis- og framkvæmdanefndar Fljótsdalshéraðs. Fundargerðin er í 12 liðum
og af þeim 12 eru, skulum reyna að hafa þetta rétt núna, 4, 6 teknir út, nefnir einhver bjóður betur. Það er fyrst liður 3.1 sem er varmadælulausn í Brúarásskóla. Fyrir umhverfis- og framkvæmdanefnd lá tillaga að orkusparandi aðgerðir vegna húshitunar í Brúarásskóla og þar er eftirfarandi tillaga lögð fram. Að tillögu umhverfis- og framkvæmdanefndar samþykki bæjarstjórn að gengið verði til framkvæmda við orkusparandi aðgerðir vegna húshitunar í Brúarásskóla í samræmi við fyrirliggjandi áætlun. Áætlunin gerir ráð fyrir loft í vatn varmadælulausn og að fyrirhugaðar framkvæmdir skili sér tilbaka í lækkuðum húshitunarkostnaði á 6 til 7 ára bili. Mér sýnist nú öllu að þessi til að skýri sér nokkuð sjálf og kannski ekki ástæða til að hafa fleiri orð þar annað heldur það að þetta er nú kannski annað mál sem hefur verið á borðum nefnda sveitarfélagsins í alllangan tíma og ágætt að það sjáu til lands í þessu. Og næsta liður 3.3, það eru gangnaboð og gangnaseðlar 2018. Á fundi umhverfis- og framkvæmdanefndar voru lagðir fram gangnaseðlar Jökuldals norðan og austan ár, Hróarstungu, Fella, Hjaltastaðaþinghár, Jökulsárhlíðar, Skriðdals, Valla og Eiðaþinghár. Eftirfarandi tillaga er lögð fram að tillögu umhverfis- og framkvæmdanefndar samþykki bæjarstjórn framlögð gangnaboð og felur starfsmanni sveitarfélagsins að dreifa fundargerð og gangnaseðlum á viðeigandi bæi. Og undir lið 3.5 þar er spennuhækkun Austfjarðarhrings, breytingar á skipulagi. Þar kemur fram að til stendur að rífa niður hluta af Eskifjarðarlínu 1 loftlínu og leggja þess í stað jarðstreng. Ástæða þess er spennuaukning í kerfinu úr 66 kW í 132 kW. Með framkvæmdinni er sá hluti Eskifjarðarlínu 1 sem staðsettur er næst tengivirkinu Eyvindará tengdur við þann hluta línunar sem er nú þegar byggður fyrir 132 kW spennu. Tengivirki Eyvindará er staðsett rétt norðan við Egilsstaði og liggur strengleið á landi Steinholts og Miðhúsa en nú þegar hefur átt sér stað samráð við landeigendur. Jarðstrengurinn þverar Miðhúsá og fer í gegnum Miðhúsá skóga 500 metra kafla. Sameinast jarðstrengurinn núverandi kerfi í mastri nr. 13 á Eskifjarðarlínu 1. Það gjörðu allir miklu nær eftir þennan listu. En eftirfarandi tillaga er lögð fram. Bæjarstjórn tekur undir með umhverfis- og framkvæmdanefnd og fagnar spennuhækkun á Eskifjarðarlínu 1. Umhverfis- og framkvæmdanefnd telur fyrirhugaðar breytingar rúmast innan gildandi skipulags og það er nú kannski það sem aðallega er ástæða til að taka afstöðu til hér. Nú liður 3.6, það er breyting á deiliskipulagi Unalækjar. Fyrir umhverfis- og framkvæmdanefnd liggur niðurstaða úrskurðarnefndar umhverfis- og auðlindamála þar sem kærð var ákvörðun bæjarstjórnar Fljótsdalshéraðs sem samþykkt breytinga á deiliskipulagi fyrir lóð A6 og B2 Unalæk. Eftirfarandi tillaga er lögð fram að tillögu umhverfis- og framkvæmdanefndar samþykki bæjarstjórn að skipulag verði auglýst að nýju í samræmi við 2. málsgrein 43. grein laga nr. 123/2010. Þetta þarna kannski aðeins útskýringa. Þessi úrskurður gefur tilefni til viðbragða einfaldlega vegna þess að kæru þessari var vísað frá þar sem að það hafði farist fyrir af hálfu sveitarfélagsins að láta birta þessa skipulagsbreytingu í stjórnartíðindum og því taldist breytingin ekki gengin í gegn og þar af leiðandi var ekki hægt að taka málu til afgreiðslu kærunefndar. Þetta er sjálfsögum mjög miður og ég held að sé ástæða til þess hér að biðja alla hlutaðeigandi sem að þetta varðar afsökunar á því að þessi mistök urðu en þetta gerist meðal annars vegna mannabreytinga hér og málið einfaldlega fjall á milli skips og bryggju eins og stundum er sagt og þetta leiðir til þess að það þarf að auglýsa þessa breytingatillögu að nýju sem áður hafði verið samþykkt í bæjarstjórn þannig að hún fær endur nýjað ferli og kemur þá aftur til afgreiðslu bæjarstjórnar að loknu auglýsingaferlinu og athugasemdaferli. Nú, liður 3.7, liður 3.10 er það breyting á lóðamörkum Hömrum 18. Fyrir fundi liggur erindi frá eiganda Hamra 18 breyting á lóðamörkum og eftirfarandi tillaga er lögð fram að tillögu umhverfis- og framkvæmdanefndar hafnar bæjarstjórn erindinu þar sem áformið eru ekki í samræmi við gildandi deiliskipulag. Liður 3.11, það er Selskógur deiliskipulag. Fyrir fundi umhverfis- og framkvæmdanefndar lá að taka ákvörðun áframhald og vinnu við deiliskipulag Selskógar að eftirfarandi tillaga lögð fram að tillögu umhverfis- og framkvæmdanefndar samþykki bæjarstjórn að ganga að tilboði AKS teiknistofu í gerð deiliskipulags. Og fleira er ekki tekið út og ekki gerðar fleiri tillögur en fundagerðin í heild sinni er að sjálfsögðu hér til umræðu og afgreiðslu.
Stefán Bogi Finnsson bæjarfulltrúi hefur lokið við að fara yfir efni þessara fundargerðar og orðið er laust. Ef að enginn kveður sér hljóðs þá lokum við mælendaskrá og göngum til afgreiðslu þessara tillagna. Það þá fyrst liður 3.1 varmadælulausn í Brúarásskóla. Tillagan er borin upp þar eins og hún var lesin og kynnt hér áðan. Þeir sem samþykkja hana gefur merki með því rétt upp hönd. Takk fyrir, það er samþykkt samhljóða. Næst er liður 3.3 gangnaboð og gangnaseðlar 2018. Þar er tillagan sömuleiðis borin upp eins og hún var lesin og kynnt hér áðan. Þeir sem samþykkja hana gefur merki með því rétt upp hönd. Takk fyrir, það er samþykkt samhljóða. Liður 3.5 spennuhækkun Austfjarðahrings, breytingar á skipulagi. Þar er tillagan borin upp eins og hún var lesin og kynnt hér áðan. Þeir sem samþykkja gefur merki með því rétt upp hönd. Takk fyrir, það er samþykkt samhljóða. Liður 3.6 breyting á deiliskipulagi Unalækjar. Tillagan er þar borin upp eins og hún var lesin og kynnt hér áðan. Þeir sem samþykkja hana gefur merki með því rétt upp hönd. Takk fyrir, það er samþykkt samhljóða. Og liður 3.10 breyting á lóðamörkum Hömrum 18. Tillagan er það borin upp eins og hún var lesin og kynnt hér áðan. Þeir sem samþykkja gefur merki með því rétt upp hönd. Takk fyrir, það er samþykkt samhljóða. Og liður 3.11 Selskóg og deiliskipulag. Þar er borin upp tillaga sem var lesin og kynnt hér áðan. Þeir sem samþykkja gefur merki með því rétt upp hönd. Takk fyrir, það er samþykkt samhljóða. Og við höfum þá lokið við að afgreiða þær tillögur sem lágu fyrir undir liðnum og segjum honum þá lokið og göngum til 4. máls ef því ekki mótmælt. Svo er ekki. Þá er það 4. dagskrárliður. Það er fundargerð félagsmálanefndar, 160. og 7. fundur nefndarinnar og það er Anna Alexandersdóttir bæjarfulltrúi sem tekur til máls. Forseti og góðu fundamenn. Já, það er félagsmálanefnd. Það var 167. fundur nefndarinnar. Hann var haldinn 27. ágúst síðastliðinn. Fundargerðin sem þarna liggur fyrir er í 8 liðum og það eru 2 liðir teknir út. En ég vil vekja athygli á texta sem er þarna fyrir framan. Það er sérst 1 liður sem birtist ekki í gáttinni sem er trúnaðarmál. Ég ætla bara að lesa upp þennan texta. Framkoma liði 4.7 kemur ekki fram í fundarboði og fundargerð bæjarstjórnar þar sem trúnaðarmál er að ræða. Eðlilegt væri að slíkir liðir sæjust í fundargerð, þó þeir séu merktir trúnaðarmál og kjörnir fulltrúar geti þar með kynnt sér þá í samræmi við reglur sem þá gilda. Þannig að en þessi liður rauninni hann birtist ekkert í fundargáttinni, í kerfinu, ekki félagsmálanefndar heldur, sko. Þannig að það var eitthvað sem fór úrskeiðis þar. En það er liður 4.2 sem er samþykkt fyrir sameiginlega félagsmálanefnd. Fyrir fundi félagsmálanefndar lá samþykkt fyrir sameiginlega félagsmálanefnd Fljótsdalshéraðs, Fljótsdalshrepps, Borgarfjarðarhrepps, Vopnafjarðarhrepps, Djúpavogshrepps og Seyðisfjarðarkaupstaðar sem staðfest var í bæjarstjórn 7. desember 2016, sem staðfest var í bæjarstjórn Fljótsdalshéraðs 7. desember 2016 og tekur mið af samningi sveitarfélagana frá árinu 2011. Og eftirfarandi tillaga er lögð fram. Bæjarstjórn tekur undir með félagsmálanefnd og telur ástæðu til að skerpa á ákvæðum samningsins hvað varðar nokkra þætti. Bæjarstjórn leggur áherslu á að fulltrúar félagsmálanefndar vinni málið áfram í góðu samstarfi við viðkomandi sveitarfélög. Og það er liður 4.6, ný og breytt lög um félagsþjónustu sveitarfélaga, öldungaráð. Á fundi félagsmálanefndar var lagt fram minnisblað frá Sambandi íslenskra sveitarfélaga frá 18. júní síðastliðinn þar sem bent er á aukna áherslu á aukið samráð og samvinnu við notendur þjónustunnar með valdeflingu að leiðarljósi og aukin áhrif notanda á
útfærslu þjónustunnar. Minnisblaðið tekur mið af nýju lögum félagsþjónustu sveitarfélaga taka gildi þann 1. október næstkomandi og fjallar samráð við eldri borgara með stofnun öldungaráðs. Og eftirfarandi tillaga lögð fram að tillögu félagsmálanefndar samþykki bæjarstjórn að fela formanni félagsmálanefndar og félagsmálastjóra að hefja viðræður við stjórn félags eldri borgara samvinnu og samstarf samhliða endurskoðun samnings félags eldri borgara og félagsþjónustu Fljótsdalshéraðs. Þá ekki fleira tekið út í þessari fundargerð. Hún lögð fram til umræðu og afgreiðslu. Anna Alexandersdóttir hefur lokið máli sínu og orðið laust undir þessum 4. lið á dagskrá. Einhver sem óskar eftir því að taka til máls? Ef að svo ekki þá mælendaskrá lokað og gengið til afgreiðslu einstakra liða. Kannski rétt í upphafi þarna athugasemdir sem framkomu lið 4.7, hún nú rætur að rekja til forseta, þetta konu ljós þegar var verið að fara yfir drög af fundargerðinni og ég taldi rétt að nótera þarna athugasemdir, hún ekki til sérstaklega afgreiðslu, þetta bara ábending það að það mjög erfitt fyrir bæjarfulltrúa sem að hafa sannarlega aðgang að sumum trúnaðarmálum að vita að hverju þeir eiga að hafa ágang eða ef að málin kom ekki fram í fundarbúðum, þannig að það bara svo að við þurfum bara að fara yfir þessi mál í kerfinu hjá okkur og tryggja það að það sé þó allavega lágmarks upplýsingar sem að liggja fyrir að málin séu til staðar. En við göngum þá til afgreiðslu þessara tillagna sem að voru lagðar fram. Það liður 4.2 fyrst, samþykkt fyrir sameiginlega félagsmálanefnd. Tillagan þar borin upp eins og hún var lesin og kynnt hér áðan til sem samþykkjan að gefa merki með því rétt upp hönd. Takk fyrir, það samþykkt samhljóða. Og það næst liður 4.6 ný og breytt lög félagsþjónustu sveitarfélaga öldungaráð og tillagan það borin upp eins og hún lesin og kynnt hér áðan til sem samþykki að gefa merki með því rétt upp hönd. Takk fyrir, það samþykkt samhljóða. Og við höfum þá lokið afgreiðslu þessara tillagna og göngum þá næst til 5. dagskrárliðar og því ekki mótmælt. En lokum þessu og næst tekið fyrir 5. mál á dagskrá. Það 64. fundur jafnréttisnefndar Fljótsdalshéraðs. Það Anna Alexandersdóttir bæjarfulltrúi sem tekur til máls. Forseti og góðir fundarmenn. Já, þetta var 64. fundur jafnréttisnefndar Fljótsdalshéraðs sem fundurinn var haldinn 30. ágúst síðastliðinn. Fundargerðin sem þetta liggur fyrir í 5 liðum og það eru 2 liðir teknir út. Það fyrst liður 5.1 jafnlaunavottun. Á fundi jafnréttisnefndar var farið í vinnu við gerð jafnlaunavottunar fyrir Fljótsdalshérað og eftirfarandi tillaga lögð fram. Bæjarstjórn tekur undir með jafnréttisnefnd að rétt sé að kynna gang verkefnisins með frétt á heimasíðu sveitarfélagsins. Jafnframt skorað á þau fyrirtæki og stofnanir á Fljótsdalshéraði sem ber skylda til að gera slíkar áætlanir að vinna þær innan tilsetts tíma. Og svo var það liður 5.5 sem landsfundur jafnréttismála. Fyrir fundinum lá boð á landsfund jafnréttismála sem haldinn verður í Mosfellsbæ 20. og 21. september næstkomandi. Áherslu fundarins að þessu sinni eru ungt fólk og jafnréttismál. Og eftirfarandi tillaga lögð fram. Bæjarstjórn fagnar því að nýkjörnir fulltrúar í jafnréttisnefnd geti allir sótt landsfund jafnréttismála. Það ekki fleira sem tekið úr þessari fundargerð. En það kannski bara, það verða málstofur þarna og nefndin fékk, eða það verður erindi frá Austurlandi, frá Margrét Árna verður með erindi. Þannig að það bara mjög flott að við séum sýnileg þarna og leggjum eitthvað að mörkum og tökum þátt. En fundargerðin lögð hér fram til umræðu og afgreiðslu. Anna Alexandersdóttir hefur lokið máli sínu og orðið laust. Einhver sem óskar eftir að taka til máls?
Ef að svo er ekki, þá er mælendaskrá lokað og gengur til afgreiðslu einstakra liða. Það er þá fyrst liður 5.1 jafnlaunavottun. Það er tillaga borin upp sem var lesin og kynnt hér áðan, þeir sem samþykkja gefa merki með því að rétta upp hönd. Takk fyrir, það er samþykkt samhljóða. Og liður 5.5 landsfundur jafnréttismála. Tillagan er þá borin upp eins og var lesin og kynnt hér áðan, þeir sem samþykkja gefa merki með því að rétta upp hönd. Takk fyrir, það er samþykkt samhljóða. Við höfum þá lokið afgreiðslu undir þessum 5. lið og förum yfir í þann 7. ef því er ekki mótmælt. Nei, þá er það næst 7. dagskrárliður. Það er fundargerð ungmennaráðs Fljótsdalshéraðs, það er 70. fundur og Björn Ingimarsson bæjarstjóri tekur til máls. Forseti og góðir fundarmenn, það er hér fundargerð ungmennaráðs Fljótsdalshéraðs. Það var 70. fundur sem var haldinn 5. 30. ágúst síðastliðinn. Sú fundargerð er í 13 liðum og þar að vera 6 teknir út. Það er fyrst liður 6.2, kosningu varaformanns ungmennaráðs 2018 til 2019. Eftirfarandi tillaga er lögð fram. Bæjarstjórn staðfestir kosningu Kristbjargar Mekkinar Helgadóttur sem varaformanns ungmennaráðs og óskar henni og fulltrúum ungmennaráðs velfarnaðar í störfum sínum. Liður 6.6, Ormasvæði. Fyrir fundi ungmennaráðs lá erindi frá þjónustusamfélaginu Héraði með hugmynd að fjölbreyttu útivistarsvæði á svæðinu milli Vilhjálmsvallar og íþróttamiðstöðvar. Eftirfarandi tillaga lögð fram. Bæjarstjórn tekur undir með ungmennaráðið og þakkar þjónustusamfélaginu fyrir frumkvæðið. Bæjarstjórn beinir því til umhverfis- og framkvæmdanefndar að hugmyndin verði útfærð áfram hjá nefndinni með aðkomu ungmennaráðs og íþrótta- og tómstundanefndar. Og það liður 6.7, Tjarnargarðurinn hugmyndir. Í ungmennaráði voru lagðar fram hugmyndir að bættum Tjarnargarði frá nemendum 7. bekkjar Egilsstaðaskóla. Eftirfarandi tillaga er lögð fram. Bæjarstjórn tekur undir með ungmennaráði, þakkar fyrir hugmyndirnar og vísar málinu til umhverfis- og framkvæmdanefndar í samræmi við bókun undir liður 6.6. Og það er liður 6.8, barnamenningarhátíð á Fljótsdalshéraði. Í ungmennaráði voru lagðar fram til kynningar og upplýsingar menningarhátíð sem haldin verður á Austurlandi í september næstkomandi. Eftirfarandi tillaga er lögð fram. Bæjarstjórn tekur undir með ungmennaráði og hvetur börn, ungmenni, aðra bæjarbúa og gesti til að sækja hátíðina. Það er liður 6.12, viðurkenningar sundlaugarinnar á Egilsstöðum. Á fundi ungmennaráðs óskaði ráðið íþróttamiðstöðin á Egilsstöðum til hamingju með þeirra viðurkenningar sem sundlaugin hlaut í sumar. Sundlaugin var valinn besti baðstaður á Austurlandi af tímaritinu Reykjavík Grapevine og fékk að auki viðurkenningu frá Sjálfsbjörgu landssambandi hreyfihamlaðra fyrir gott aðgengi hreyfihamlaðra í tengslum við ársverkefni 2017, sundlaugar okkar allra. Og eftirfarandi tillaga er lögð fram. Bæjarstjórn tekur undir með ungmennaráði og fagnar frábæru starfi í íþróttamiðstöðinni og vonar að áfram verði haldið á sömu braut. Og síðast er það liður 6.13, ábending til nefnda og ráða Fljótsdalshéraðs. Eftirfarandi tillaga er lögð fram. Að frumkvæði ungmennaráðs bendir bæjarstjórn nefndum og ráðum sveitarfélagsins á að leita umsagnar og álits ráðsins samkvæmt 4. grein samþykkta fyrir ungmennaráð. En þar segir: ungmennaráð tekur til umfjöllunar þau mál sem bæjarstjórn og nefndir sveitarfélagsins óska eftir hverju sinni. Þá er deildarstjórum og starfsfólki nefnda bent á að kynna ungmennaráð og hlutverk þess fyrir nýjum kjörnum fulltrúum. Þar með er fram sett þau mál sem eru tekin hér út og fundargerðin þá lögð fram til umfjöllunar og þessi mál lagast dags. Björn Ingimarsson hefur lokið máli sínu og orðið er laust undir þessum 7. lið. Er einhver sem óskar eftir því að taka til máls? Anna Alexandersdóttir bæjarfulltrúi, gjörðu svo vel. Forseti og góðir fundarmenn. Mér langaði aðeins að undir lið 6.8 barnamenningarhátíð á Fljótsdalshéraði. Nú er opnunin á næstkomandi laugardag og ég vil bara hvetja íbúa sveitarfélagsins til að mæta í Valaskjálf á opnunina sem var ekki klukkan 1 til 3 og það er þessi sami tími í Skaftfelli og í tónlistarmiðstöðinni á laugardaginn.
við þingfulltrúar SSA-þinginu, það er kannski alveg á mörkunum að við kannski náum við í lokin, en bara hvetja fólk til að mæta og fylgja svo með þessu viðburðum. Það er alveg, það er margt spennandi í gangi, margar smiði fyrir ungmennin okkar sem þau eftir að taka þátt í og hafa gaman af. Aðeins undir lið 6.13 og bara skulum við við sem erum að starfa í nefndum að taka þessa ábendingu til okkar og þau mál sem að muna eftir ungmennaráðinu, þau erum að vísa málum til ráðgjafar inn í nefndarmanna. Þetta er góð ábending fyrir hana. Anna Alexandersdóttir hefur lokið máli sínu. Orðið er ennþá laust. Einhver sem óskar eftir að taka til máls. Ef ekki eru fleiri, þá er mælendaskrá lokað og gengið til afgreiðslu einstakra liða. Það er þá fyrst liður 6.2, kosning varaformanns ungmennaráðs 2018-2019. Tillagan er það borin upp eins og hún var lesin og kynnt hér áðan. Þeir sem samþykkja hana gefur merki með því rétt upp hönd. Takk fyrir, það er samþykkt samhljóða. Þá næst liður 6.6, ormasvæði. Tillagan er það borin upp eins og hún var lesin og kynnt hér áðan. Þeir sem samþykkja tillöguna gefur merki með því rétt upp hönd. Takk fyrir, það er samþykkt samhljóða. Og liður 6.7, Tjarnagarðurinn, hugmyndir. Tillagan er borin upp eins og hún var lesin og kynnt hér áðan. Þeir sem samþykkja hana gefur merki með því rétt upp hönd. Takk fyrir, það er samþykkt samhljóða. Og liður 6.8, barnamenningarhátíð á Fljótsdalshéraði. Tillagan er borin upp eins og hún var lesin og kynnt hér áðan. Þeir sem samþykkja gefur merki með því rétt upp hönd. Takk fyrir, það er samþykkt samhljóða. Og liður 6.12, viðurkenningar sundlaugarinnar á Egilsstöðum. Tillagan er borin upp eins og hún var lesin og kynnt hér áðan. Þeir sem samþykkja gefur merki með því rétt upp hönd. Takk fyrir, það er samþykkt samhljóða. Og síðustu liður 6.13, ábending til nefnda og ráða Fljótsdalshéraðs. Tillagan er borin upp eins og hún var lesin og kynnt hér áðan. Þeir sem samþykkja hana gefur merki með því rétt upp hönd. Takk fyrir, það er samþykkt samhljóða. Og við erum þá lokið við að fara yfir þær tillögur sem voru bornar upp og göngum þá til 7. dagskrárliðar, ef því ekki mótmælt. 7. liður á dagskrá, það er leyfi kjörinna fulltrúa 2018-2022. Fyrir liggur erindi frá Hannesi Karli Hilmarssyni þar sem hann óskar eftir áframhaldandi leyfi í allt að 2 mánuði. Og eftirfarandi tillaga er þarna lögð fram með vísan til 2. málsgreinar 30. greinar sveitarstjórnarlaga nr. 138/2011 samþykki bæjarstjórn að veita Hannesi Karli Hilmarssyni leyfi frá störfum í bæjarstjórn til 1. nóvember 2018. Hrefna Hlín Sigurðardóttir mun taka sæti Hannesar í bæjarstjórn umræddan tíma og Sonja Ólafsdóttir verður varabæjarfulltrúi á sama tíma. Og tillagan liggur hér fyrir, orðið er laust ef einhver vill taka til máls. Ef svo er ekki, þá er mælendaskrá lokað og ég ber tillöguna upp. Þeir sem samþykkja hana gefur merki með því að rétta upp hönd. Takk fyrir, það er samþykkt samhljóða. Og þar er þá næst 8. liður á dagskrá, kosning fulltrúa í embætti stjórnir og nefndir á vegum Fljótsdalshéraðs. Undir þessum lið eru 2 tillögur. Fyrsta lagi er það kosning undir kjörstjórna á Fljótsdalshéraði og fyrir liggur tillaga sem ég þarf að kíkja á hérna. Það er örugglega allt sem er rétt eftir. Það er sem sagt er kosið í 2 undirkjörstjórnir. Það eru þá 6 aðalmenn og 6 varamenn í þessar 2 undirkjörstjórnir. Eftirfarandi tillaga lögð fram. Bæjarstjórn samþykkir að kjósa eftirtalda aðila sem aðal- og varamenn í undirkjörstjórnir Fljótsdalshéraðs fyrir nýhafið kjörtímabil. Aðalmenn: Erlendur Steinþórsson, Eydís Bjarnadóttir, Sóley Garðarsdóttir, Stefán Þór Hauksson, Rannveig Árnadóttir og Agnar Sverrisson. Varamenn: Inga Rós Unnarsdóttir, Jóhann Hjalti Þorsteinsson, Sveinn Herjólfsson, Lovísa Hreinsdóttir, Jón Jónsson og Katrín Alfa Snorradóttir. Og tillagan liggur fyrir, er einhver sem óskar eftir að taka til máls?
Ef svo er ekki þá er mælendaskrá lokað og ég ber tillöguna upp. Þeir sem samþykkja tillöguna gefur merki með því að rétta upp hönd. Takk fyrir, það er samþykkt samhljóða. Þá er það næst seinni tillagan undir þessum lið. Það er breytingu á varamanni í félagsmálanefnd og eftirfarandi tillaga lögð fram. Bæjarstjórn samþykkir að skipa Sigrúnu Blöndal L-lista sem varamann í félagsmálanefnd í stað Stefáns Boga Sveinssonar B-lista. Orðið er laust undir þessum lið ef einhver óskar eftir að taka til máls. Ef svo er ekki þá er mælendaskrá lokað og ég ber tillöguna upp. Þeir sem samþykkja hana gefur merki með því að rétta upp hönd. Takk fyrir, það er samþykkt samhljóða. Og þá er búið að fara yfir þessar tvær tillögur í 8. lið og við göngum til 9. dagskrárliðar. Það er umsókn rekstrarleyfi til sölu gistingar Tjarnabraut 17. Fyrir liggur umsagnarbeiðni frá sýslumanninum á Austurlandi vegna umsagnar rekstrarleyfi fyrir sölu gistingar í flokki 2 að Tjarnabraut 17 Egilsstöðum, Crossroads Guesthouse, einstaklega búið í Gerði H.F. Þorsteinn Pétursson. Fyrir liggur, ég er að lesa hana bara fyrst. Fyrir liggur jákvæð umsögn bingafulltrúa fyrir alltaf 10 gesti. Gilt starfsleyfi frá Heilbrigðiseftirliti Austurlands liggur ekki fyrir. Eftirfarandi tillaga lögð fram með vísan til 4. málsgreinar 10. greinar laga nr. 85/2007 veitingastaði, gististaði og skemmtanahald veitir bæjarstjórn jákvæða umsögn og staðfestir jafnframt að staðsetning staðar sem umsóknin lýtur að sé innan þeirra marka sem reglur og skipulag sveitarfélagsins segir til um. Bæjarstjórn bendir á að eldvarnareftirlitið og vinnueftirlitið skila sínum umsögnum beint til sýslumanns. Orðið er laust og Steinar Ingi Þorsteinsson hefur beðið orðið. Forseti, góðir bæjarfulltrúar, ég ætla að fá leyfi til að víkja fundi þar sem vegna vanhæfis, þar sem umsóknaraðili er faðir minn. Já, forseti úrskurður að það sé engar augljóst vanhæfur ræða. Nú biður bæjarfulltrúarnir að víkja. Svo fleiri sem óska eftir að taka til máls undir liðnum. Ef svo er ekki þá loka ég mælendaskrá og ber upp tillöguna eins og ég las hana hér áðan. Þeir sem samþykkja gefur merki með því rétt upp hönd. Takk fyrir, það er samþykkt samhljóða með 8 atkvæðum, 1 var fjarverandi. Þá má bæjarfulltrúi ganga í salinn á ný. Þá er 10. liður á dagskrá tekin fyrir. Það er umsókn tækifærisleyfi nýnema dansleikur Menntaskólans á Egilsstöðum. Vísað er í erindi frá sýslumanninum á Austurlandi dagsett 29. ágúst síðastliðinn vegna umsóknar tækifærisleyfi vegna nýnema dansleiks ME sem halda á í Valaskjálf 7. september. Ábyrgðarmaður er Árni Ólafsson skólameistari. Eftirfarandi tillaga lögð fram. Bæjarstjórn Fljótsdalshéraðs veitir jákvæða umsögn veitingu þessa tækifærisleyfis enda liggja fyrir jákvæðar umsagnir frá lögreglu, brunaeftirliti og heilbrigðiseftirliti. Jafnframt er staðfest að staðsetning staðar sem umsóknin lýtur að sé innan þeirra marka sem reglur og skipulag sveitarfélagsins segir til um og fyrirhugaður opnunartími er innan marka sem framkoma í lögreglusamþykkt. Orðið er laust þessa tillögu er einhver sem óskar eftir að taka til máls. Einhver sem ætlar að mæta? Nei, þá lokum við mælendaskrám og berum upp tillöguna eins og ég las hana hér áðan. Þeir sem samþykkja gefa merki með því rétt upp hönd. Takk fyrir, það er samþykkt samhljóða. Og þá er dagskrá þessa fundar tæmt. Við rúum þá útsendingu frá fundinum en fundar ekki slitið fyrir en lokið er verið við að fara yfir og staðfesta fundargerð.